Á sólbjörtum sumardögum fagurt í Aðalvík. Náttúran í blóma, fuglinn í bjarginu og úthafsaldan hjalar létt við Skeljasandströnd. Allt virðist óumbreytanlegt, enda allt eins og fyrr. Þvernýft fjöllin, litlu dalirnir og fjörurnar. Aðalvíkina skreyta fagrir og búsaldalegi dalir. Í hafinu fyrir utan ein bestu fiskimið þessa lands. Í björgunum fugl og egg og allar Hornstrandir má taka rekavið til smíða. Þetta gósenland. En ekki allt sem sýnist. Fátt minnir á harða lífsbaráttu fyrir tíma íbúar þessa útkjálka börðust fyrir lífi sínu og oft mátti mannaflið sín lítils gegn holskeflum náttúrunnar. Lífsbaráttan var hörð og óvægin, stundum harla vonlítil, en þrátt fyrir allt blómgaðist mannlíf á Hornströndum aldir. Hornstrendingar létu ekki undan náttúruöflunum. Þeir lifðu með náttúrunni, nytjuðu hana á sama hátt og feður þeirra og afar. Af og til hjuggu stór skörð í mannlífið og þrátt fyrir hörmungar og sorgir hjaðnaði allt við og var sem fyrr. En svo hófst nýtt tímabil í sögunni. Verklag og tækni breyttist, mannafli tók að víkja fyrir vélum, vélar voru settar í báta og stórtækar aðferðir í verkun sjávarafla voru þróaðar. Samgöngumál gjörbreyttust, nýjar stefnur vöknuðu í heilbrigðismálum, menntunarmálum og menningarmálum. Tækni og upplýsingaöldin breytti forsendum byggðar á Hornströndum. Aðeins nútíma þjóðfélagið lagði byggðirnar á Hornströndum að velli. Eftir samfellda byggð frá upphafi landnáms býr ekki lengur nokkur maður á Hornströndum. Aðalvíkin hefur verið í eyði frá því 1952. Í áratugi stóðu húsin mannlaus og var sem húsráðendur hefðu rétt brugðið sér frá. Saga Aðalvíkur eitt skýrasta dæmið byggðaröskun á Íslandi. Hér verður sögð saga hennar, byggðarinnar, sem nútíma lifnaðarhættir eyddu. Nyrst á Vestfjarðakjálkanum Hornstrandir og vestast á Hornströndum Aðalvík. Frá Ísafirði 25 kílómetrar í Aðalvík, það bein loftlína. Siglingaleiðin aðeins lengri. Þetta svona eins og að fara frá Reykjavík til Akranes. Aðalvík horfir mót norðvestri. Við mynni hennar beggja vegna tvö ólík fjöll. Vestan megin fjallið sem heitir eftir fuglinum, hann heitir Rita en fjallið Ritur. Norðan megin Straumnesfjall, mikið bákn. Milli þessara tveggja fjall 8 kílómetra og segja má að Aðalvík sé meira í ætt við fjörð en vík. Aðalvík skiptist í Vestur Aðalvík og Norður Aðalvík. Undir Straumnesfjalli látrar. Þar hafði myndast lítið þorp fyrir á þessari öld, raunar það stærsta á Hornströndum. Áður var það sannett stórbýli og síðar mörg smærri. Í Vestur Aðalvík var fyrr á þessari öld vísir að þorpi sem kennt var við bæinn Sæból. Byggðin þar var þó miklu minni en að Látrum. Hér undirlendi meira en víða á Hornströndum. Munar mest gróðursæla dali sem ganga upp frá botni Aðalvíkur. Milli þeirra stór og svipmikil fjöll. Aldir var byggð víðast í víkinni, en sumstaðar fóru bæir eyði einhver tíma, en oftast byggðust þeir þó upp aftur. Í Landnámu segir frá Geirmundi Heljarskinn, sem var fylkiskonungur í Noregi. Hann flúði land og nam land í Dölum, en þótti þó lítið og bætti við landinu frá Rit og austur að Barðsvík. Á þessu landnámi áttu Geirmundur 4 bú. Eitt var í Aðalvík og var veiti ármaður eða ráðsmaður hans það. Búið í Aðalvík gaf Geirmundur örlíu nokkrum böðvarsinni, sem eins og svo margir aðrir hafði flúið undan Haraldi hárfagra til Íslands. Örlugu þessi eignaði sína Sléttu og Jökulfirði. Ýmislegt að finna Aðalvík í bókmenntum fyrir í tíma. Hornstrandir tengjast oft frásögnum hvalföng og rekavið. Jafnvel þess getið að menn hafi auðgast fljótt af þeim föngum sem Hornstrandir gáfu af sér.
Stjórnskipulega skiptust Hornstrandir aldir í 2 hreppa, Grunnavíkurhrepp og Sléttuhrepp. Grunnavík lítil vík sunnan Jökulfjarða, þar kirkjustaðurinn Staður. Við þá vík annar hreppurinn kendur, Grunnavíkurhreppur, og nær hann yfir eystri hluta Hornstranda. Hinn hreppurinn kendur við Sléttu sem við mynni Hesteyrarfjarðar og nefnist hann Sléttuhreppur. Kirkjan í Sléttuhreppi í Aðalvík og nefnist Staðarkirkja. Það hér var ekki prestssetur Staður í katólskum sið. Hins vegar kirkjusetur svo eldgamalt að Staðar í Aðalvík getur í kirknaskrá Páls Jónssonar Skálholtsbiskups 1200. Ofmælt að segja að þessar kirkjur séu miðsvæðis í sínu hreppi. Hornstrandingar sögðu að nær væri að segja að þær veru hvor á sínu sóknarenda. Það þótti enda gott ef þeir sem fjærst bjuggu gætu sótt messu einu sinni á ári. Þrátt fyrir kirknafæð var nokkuð bænahús á Hornströndum en þau lögðust af smám saman, þau síðustu á 18. öld. Prestarnir hér stóðu helst stutt við af því að prestakallið svo erfitt til ferðalags. Hornstrendingum fannst eðlilega slæmt að geta ekki sótt messu, en verra var að ná ekki kirkju til mikilvægra erinda, einkanlega skírnar, fermingar, giftingar eða greftrunar. Ýmislegt mátti þó bíða, en verst var líklega sá vandi að koma líki til greftrunar. Iðulega kom það fyrir með hinn langa líkflutning af vesturströndum Hornstranda sem tilheyra þessari sókn og Sléttuhreppi að það varð að skilja kistuna eftir á fjallvegi. Svo liðu margir dagar, kannski vikur, þangað til hægt var að leggja upp í líkferðina af nýju og reyna að brjótast hingað. Margar sögur slíkar ferðir sem oft voru sannkallaðar mannraunir, sumar sannar en aðrar flokkast til þjóðsagna. Þetta vissi Jón biskup Vídalín, því árið 1706 bað hann Danakonung í nafni síns embættis að vígðir yrðu kirkjugarðar á hentugum stöðum á Hornströndum, þar sem svo erfitt væri með flutning á líkum til greftrunar. Engar heimildir eru þó til viðbrögð konungs. Vigfús Benediktsson var prestur á Stað 1757 til 1775. Hann kvartaði til biskups út af þeim sið Hornstrendinga að grafa þá dauðu út kvippin og kvappin og neita síðan að greiða sér líksöngseyri og kirkjunni legköp. Þá var Finnur Jónsson biskup. Hornstrendingar vildu sem sagt ráða hvar þeir völdu sínu fólki hinsta leg og oft var þeim dauðu því hóla niður í heimahögum og svo sungu heimamenn yfir. En vandamálið var samt fyrir hendi. Á afskekktustu stöðum áttu menn það til að deyja hávetur og hvern áttu þá eftirlifendur að koma líkinu í gröfina. Sagt var að oft hafi verið gripið til þess óyndisúrræðis að geyma líkin í útihúsum fram á vor að veður tók að mildast og léttara varð ferðalög. Þekktastur af mörgum merkum prestum í Aðalvík án efa séra Snorri Björnsson sem síðar var kendur við Húsafell þar sem hann varð prestur. Snorri fékk styrk til að læra til prests í Skálholti. Fyrstu árin eftir útskrift urðu styrkþegar að taka við því brauði sem þeim var úthlutað og fengu þeir yfirleitt rýrasta og óvinsælasta brauðið sem laust var. Þannig var með stað í Aðalvík sem Snorri vígðist til árið 1741. Sögur miklar gengu af Snorra á árum hans í Aðalvík. Hornstrendingar voru margir hverjir sagðir fjölkunnugir, en Snorri var svo mikill fyrir sér að nágrannar hans náðu aldrei að gera honum eina einustu skrávefu með kukli sínu. Snorri á að hafa sagt að hann þyrfti ekki að sjá í þá kistu sem hann kastaði rekum á til að vita hvort í henni lægi maður. Einhverjir nágrannar hans ákváðu að sannreyna þessa gáfu Snorra og leika á hann. Þeir smíðuðu kistu og settu löngu í hana. Gengu síðan frá öllu eins og lík væri að ræða. Þeim boðum var komið að stað að niðursetningur einn hefði rokkið upp af og mundi brátt vera komið með líki til greftrunar. Þegar kistan var komin í kirkju gekk prestur þögull kringum kistuna en mælti eftir nokkra stund. Hér komið kistuhró, klambrað saman af ergi.
Líkaminn úr söltum sjó en sálina finn ég hvergi. Vandi aðalvíkinga var einkum að vetrarlagi þegar snjór og ís tálmaði för. Það var ekkert að komast til Aðalvíkur nema gangandi þegar allt var lokað á ís. Og þeir sögðu nú öll að þetta hefði verið þannig að ísinn lagðist að fyrir utan og þegar kom kyrrið á víkina þá fraus allt. Víkin var alveg full af ís, sennilega. Það hefur það verið veturinn 37-38 eða eftir ánamótin 38. Og manni fannst þetta nú kuldalegt og það var lítið að borða þennan vetur. Afskaplega erfitt með mati. Bjargræðið byggðist ekki síst á sjávarfangi. Svo frá náttúrunnar hendi að skammt fengsal fiskimið. Áður fyrr svo sagt frá að flestar víkur fylltust á sumrin af fiski. En mikið hefur breyst síðan það var og segja til dæmis gamlir aðalvíkingar að nú sé víkin dauð allt árið miðað við fyrri tíma. En hér voru oft snjóalög alveg fram í miðjan júní. Og ég man eftir því tíðarfæri hér að það snjóaði alla mánuði ársins. Það var sko ekki tekið út með sitjandi saldin að búa hérna. Það gat verið erfitt og kostnaðarsamt. Oddný amma mín, hún giftist ung, sennilega 18 ára, ekki manni, Þorbergi afa mínum. Hann hafði verið giftur áður, átti 2 börn að fyrra hjónabandi. Og hún bjóð þar í Miðvík, tók við þessu stjúpbörnum trúlega aðeins stálpuðum og átti þarna 10 börn og ól þau upp. Þau lifðu öll. Móðir mín var líklega 4. í röðin af þeim. Síðan 1924 þá missir Finnbjörn elsti sonur hennar sína konu frá 4 börnum. En eftir það flutti hann til ömmu og afa með þessi 4 börn og hún ól þau upp líka. Kom þessu öllu frá, hún var svo dugleg hún amma og hraust. Við bjöggum 1 árið við sjó, við vorum svona á Hrakhólum 8 tíðum því að fjölskyldan var stór. Og við bjöggum þar í 35 fermetra húsnæði, vorum 10 heimili. Það var þröngt, það var ósköp þröngt, en það höfðu allir svona aðstæður, það bjöggu allir þröngt. Maður var ekkert að setja það neitt fyrir sig. Þegar ég var á 3. ári þá fluttum við yfir í gamlan bæ og það var torfbær en það var allt timburð innan. Torfþak og torfveggir. Og það var óskur hlýtt að vera þar. Jafnvel hlýrra heldur en í timburhús. Framan af voru fiskveiðar einhver stundar til heimilistarfa. En það breyttist og við tók skreiðarvinnsla og var skreiðin seld til verslan á Ísafirði. Skáladalur var helsta verstöðin í Sléttuhreppi. Dalurinn lítill en fagur. Hann innan við ritin hinn forfagra útvörð Aðalvíkur. Þangað torfært frá Sæbóli, hvort heldur fjöll eða fjöru. Styst samt að fara fjöruna þó hættulegt sé. Hún stórgrýtt og seinfarin. Þar líka forvaði, svo sæta verður sjávarföllum eða klifur upp í bratta hlíðina og varasber hrun úr Skáladalsbjarginu, einkanlega á vorin. Verbúðir voru einnig á Látrum og Sæbóli. Vorvertíð hófst á páskum og voru allir vermenn komnir til skips hinn 3. dag páska ef veður leyfði. Vertíðalok voru á Jónsmessu 2 til 3 mánuðum síðar. Haustróðurar voru aðalega frá Skáladal og hófust 29. september og voru fram til jóla. Nútíma fólki þætti vist vermanna léleg. Þeir höfðu allan mat með sér að heiman, ofta hangikets, skamrif eða sauðakrof og eitthvað af smjeri til viðmetis. Og ekki voru verbúðurnar sjálfar merkilegar. Veggir og gaflar voru hlaðnir úr torfu og grjóti og tjaldað yfir. Rúmin voru meðfram veggjum og mjór gangur á milli, 2 voru hvert rúm, þarna var bæði kalt og rakt. Í lok 19. aldar breytti til hins betra og var þá farið að vanda meira til verbúða. Þær byggðar með lofti og kamínur hafða til eldunar, jafnvel voru þar matráðskonur. Miðstöð verslunar á Vestfjörðum var á Ísafirði. Og svo gerist það 1880
að verslanirnar á Ísafirði fara að sækjast eftir fiski hjá aðalvíkingum og fyrir bragðið eldist útvegurinn þar. Ásgeirsverslun kom og setti upp fiskimóttöku í Aðalvík, geymsluhús fyrir salt og fisk, auk þess sem fluttar voru vörur fyrir heimamenn. Þetta ásamt öðru lagði grundvöllinn að frekar útgerð heimamanna. Á árinu 1906 voru 3 mótorbátar í Aðalvík. Þetta voru tímamót. Hannes Sigurðsson, útvegsbóndi á Látrum, og Hjálmar Jónsson, bóndi í Stakkadal, keypti félagi mótorbátinn Njál sem var 5 lestir, opinn og með 4 hestafla Möllurupsvél. Friðrik Magnússon á Látrum og Þorbergur Jónsson, bóndi í Efri Miðvík, settu mótor í 6-særing sem hlöðver kallaðist. Bjarni Dósóþeusson, bóndi í Görðu í Vestur Aðalvík, og Einar Benjamínsson á Sæbóli keypti í sameiningu 5 lesta mótorbát frá Danmörku með 4 hestafla Möllurupsvél og var báturinn nefndur Sæmundur. Vélarnar gjörbreyttu sjósókn. Þær spöruðu óhjákvæmilega vinnu, aflinn jókst, samgöngur bötnuðu og efnahagur heimilanna lagaðist. Þetta skipta sjálfsögðu miklu fyrir Aðalvík, en samt voru aðeins rúm 40 ár þangað til víkin fór í eyði. Ef til vill voru þessi tímamót upphafið að endinu. Næsta ár bættust fleiri mótorbátar við. Fyrstu mótorbátarnir voru þilfarsbátar, 4 eða 5 lestir. Vélarnar voru 4 eða 5 hestöfl af gerðinni Möllurups, Dan og Alfa. Bátarnir voru þungir og erfiðir í meðförum. Höfn hefur aldrei verið í Aðalvík, en tryggt lagi í stórviðrum af norðri eða austri. Lagið var oft notað fyrr á öldum. Til dæmis segir Ólafur Ólafsson, sem kallaði sig Ólafíus í annálu sínum, að árið 1775 hafi hvorki meira en í minna en 42 hollensk skip legið inn á Aðalvík í vari. Ljóst má því vera að einhver samskipti hafi verið milli aðalvíkinga og útlendra fiskimanna. Víkin galopin móti norðvestri og þá óvarinn í stórviðrum. Þegar fyrirsjáanlegu voru veður inn á víkina, voru bátarnir settur á land með erfiðismunum eða þeim siglt til hesterar þar sem var lagi. En oft urðu náttúruöflin klókindum mannsins yfirsterkari. Óveður gat skollið á fyrirvari lítið með þeim afleiðingum að bátar sukku eða ráku á land og brotnuðu. Þeir voru 3, afi, Þorbergur, sonur hans Óli og tengdasonur hans Friðrik. Þeir áttu bát saman 1905 og lentu þá í geysilega miklum hrakningum. Það heyrist ekkert frá þeim í heila viku. En það sem gerðist var að þeim tókst að hleypa vestur fyrir Djúp og þeim tókst að lenda í Búningavík. Að vísu gekk lendingin ekki nógu vel. Þeir lentu flatir fyrir, lentu í ólagi og Friðrik fór vest út úr því og hann var nú talinn dáinn. Hann var klukkutími í sjónum fyrir utan Búningavík á 1 ár og einhverju rekhaldi. En þeim var öllum bjargað, en mamma gat þess að þá hefði ekki verið til sviðs að hafa með sér nesti. Þeir fóru nestislausir á sjóinn. Talið er að á 40 árum hafi 10 mótorbáta rekið á land í Aðalvík eða þeir sokkið í legufærum. Engin mótorbátana fórst í róðri og aðeins 1 mann tók út á mótorbáti í vonsku veðri. Þessar staðreyndir þykja merkilegar miðað við það sem gekk á áður en mótorbátarnir komu til sögunar, en þá voru sjóslys mun tíðari. Menn eru sammála það að merkasta tilraunin til að efla sjávarútveg í Aðalvík hafi verið árið 1932 þegar 18 ára piltur reyndi að stofna félag útgerð og fiskvinnslu. Ég keypti hús af vitamálastjórn sem þeir hefði átt úti við Straumnesvita, flutti það inn að Látrum og var komið með það haustið 1932 og gat að fara að taka á móti fiski. Veturinn keypti ég svo 2 mótorbáta, annan frá Einari Guðfinnssyni í Bolungarvík og hinn af Útvegsbankanum. Ég ætlaði sem sagt að gera það út frá Látrum vor og sumar en frá Hesteyri á veturnar. Þess vegna 1933 fékk ég þá heimabæjarmenn á Hesteyri til að lána mér aurana sína. Þeir áttu þá nefnilega heima hjá sig, þeir voru ekki að fara með þá í banka. Lána mér aurana sína til þess ég gæti byggt annað fiskimóttökuhús á Hesteyri sem ég gerði og við vorum búin að byggja það fyrir páska 1933. Hinn ungi framkvæmdamaður var fyrir miklum áföllum
sem gerðu hans góðu áform að engu. Kreppan var að hellast yfir Ísland, saltfiskmarkaðir lokuðust, annan báti rak á land og brotnaði. 3 árum síðar gafst Gunnar upp stórskuldugur. Svoleiðis að 1935 þetta raunverulega ævintýri mitt búið. Og þá var náttúrulega ekkert annað að gera heldur en það að ég ákvað það að selja þetta allt saman. Það var náttúrulega ekkert létt verk, því að það var engin maður heima í mínu héraði sem hafði hvorki möguleika né vilja til að kaupa þetta. Atvinnumál Aðalvíkinga voru ekki flókin. Í Aðalvík var að mestu rekinn sjálfsþurftarbúskapur. Menn sóttu sjóinn og stunduðu landbúnað og höfðu í sig og á. Vorvertíðin stóðu 2-3 mánuði. Eftir vertíð hófust menn handum að sinna bústörfum og ráku allir einhvern búskap, þó svo að hjá sumum væri hann í smáum stíl. Einabelju, 1 hross og hvað? 20 kindur og 6-7 lömb. Þetta var bara gert til þess að hafa kjöt, þurfi ekki að kaupa það, og að hafa mjólk. Og fyrir þessu urðum við að vinna. Oft var það starf kvenna að sjá búskapinn, auk heimilisverka. Karlarnir sá aðeins fiskveiðarnar. Ég var elst og ég var eiginlega að vera strákurinn í fjölskyldunni. ég var látin beita og stokka upp því það var pabbi var sjómaður og átti bát og með öðrum. Við urðum bara, ég var að slá og mamma að raka, ég að binda, láta upp á klakk og reiða heim. Stelparnir gerðu það. Fjöldi Aðalvíkinga starfaði við hvalstöðina á Stekkeri við Hestarafjörð, sem reist var árið 1894. 3 norskir aðilar sá reksturinn, hver á fætur öðrum, sá síðasti breytti stöðinni í síldarvinnslu. Árið 1927 tók Feldúlfur við staðnum og reisti þar síldarverksmiðju sem starfrækt var til ársins 1940. Þessi rekstur var hreppnum fjárhagslega mjög mikilvægur, auk þess sem hann veitti heimamönnum atvinnu. Það var því mikið áfall þegar síldarverksmiðjunni var lokað og telja þeir sem til þekkja að þetta hafi einmitt flýtt fyrir eyðingu hreppsins. Og þá náttúrulega atvinnumöguleikar miklu minni í hreppnum. Hvorki læknir í ljósmóður voru á Hornströndum þangað til í byrjun þessarar aldar. Læknir var sótt út til Ísafjarðar en ljósmóðurstörf voru höndum svo kallara ljósfeðra en það voru handlæknir nærfærnir karlmenn eins og það var orðað í bókinni Sléttureppur. En skólarnir voru miðstöð alls, þar var kennt, þar voru haldnar skemmtanir, þar var jafnvel messa, ég man eftir kvöldsöng, aðfangadagskvöld á Látrum í skólanum. Það voru prestur verið að skiptast eitthvað á milli og þarna var kosið þegar kosningar voru. Það fór allt fram í þessu litla húsi. Þarna voru skemmtanir nokkur sem á vetri. Þarna voru haldin böll. Alveg frá því að móður mín talar það þegar hún var alert upp. Nokkru eftir aldamótina þar fengu að fara á ball svona 3 og 4 sem á vetri. Og þetta hélst svo alla tíð meðan byggð var. Skólahald var lengi nokkuð stópult vegna fjárhagsörðuleika og kennaraskorts en þrátt fyrir það telja kunnugir að allvel hafi verið séð fyrir lögboðinni fræðslu í Slétturhreppi. En það var farskóli. Það voru bara 3 vikur í einu og svo urðum við að bíða næstu 3 og læra. Því það var mikið sett fyrir á meðan að kennarum var í burtu. Aldamótin var byggður barnaskóla á Látrum og var hann viðurkenndur sem opinber skóli árið 1904. Á Sæbóli var byggður vandaður barnaskóla árið 1933 og stendur húsið enn. Skóli var einnig á Hesteyri og kennt var í Hornvík. Við vorum 4 strákar að eltast við kind hérna út á hlið, fyrir utan Kví. Við lappa hérna út Breiðhyllu og við vorum hérna, Jón Vaksson var nú aðalhetjan og við bræður, Árni og ég, og svo Haldur Alexandersson sem átti heim í Miðvík. Og þetta var náttúrulega ljónstygg ær og við vorum búin að eltast mikið við hann og komum henni ekki til síns heima. Og við ætluðum ekki að láta okkur, svo var það einu sinni að ég að hlaupa yfir skriðu og það var hart undir og laust ofan á, lausamöll. Og þegar ég kem út í miðja skriðuna þá byrjaði að flauja undan mér,
sem endaði með því að ég rann í lausamölinni og ég var alveg komið fram af brúnni og svona 100 metrar í sjó. Og þá náði Árni bróðir í löppin á mér og stappaði mig og það var ég hræddur. Við hornið á skúrinni var skorsteinn og hann var það hátt upp fyrir og svo kemur þetta ofboðslega veður og gamla konan, hún hér fram í eldhúsi, við vissum að henni þar og svo heyrðum við hann ofboðslega dynk og þá bara skorsteinninn að fjúka og sem betur fyrir það fauk hann fram á hlaðið en ekki upp á skúrinn. Árið 1920 var reist loftskeytastöð á Hesteyri og 2 ára síðar var lagður sími þaðan að Látrub og 1939 að Sæbóli. Þar með var hreppurinn kominn í samband við umheiminn og mesta einangrunin rofin. Svo afskekt Aðalvíkin og raunar allur slétturhreppurinn að eina aðkoman af sjó. Áætlunarflug flugvéla í lítil pláss tíðkuðust ekki á þessum árum. Aðflutningar voru alla tíð að mestu frá Ísafirði. Hornstrendingar sáu sjálfur sína flutninga en í lok síðustu aldar kom lítill gufubátur sem fór nokkra ferðir að sumarlagi á Hesteyri, Aðalvík og Hornvík. Eftir að mótorbátar komust í gagnið vænkaðist hagur útkjálkamanna. Siglingin úr Aðalvík til Ísafjarðar var þó eftir sem áður talsvert fyrirtæki, tók tæpar 5 klukkustundir á litlum vélbát. Nú og ferðalög á landi voru erfið og tafsum. Fjöll eru há og brött og víðan ófært á hestum. Leiðum og vörðum var þó almennt vel við haldið. Á síðustu árum byggðarinnar í Aðalvík lögðu menn þilfarsbátunum þungu og tóku upp trillubátútgerð og sigldu áfram inn í vélöldina. En breytingin nægði ekki til lengdar. Fiskiskipin urðu stærri, stór skip þurftu höfn og skjól. Hraðfristuhúsið var aldrei byggt frekar en höfnin. Aðalvíkingar gátu ekki tekið á móti hinni nýju tækni, einir og óstuddir. Ekki fór hjá því að Aðalvík tengdist viðburðum heimsögunar. 2 stórveldi sá ástæðu til að gjóa augunum hingað norður. Breska heimsveldið gerði sig grein fyrir hernaðarlegu gildi Íslands í baráttunni við Þýskaland nasismans. Sama var með Bandaríkin 15 árum síðar. Breskir hermenn komu árið 1941 til Aðalvíkur og sett upp loftskeytastöð á Sæbóli og vorið 1942 var það sett upp svokölluð örbylgjuratsjó. Þá var það góð tíð að þótti endanum sæta að þeir gátu stungi hér skurði og grafið fyrir undirstöðum í aprílmánuði. Og þá var eftir það reistu þeir fyrstu radarstöðina. Í upphafi var talsverða atvinna að fá hjá Bretanum við að byggja bragga og leggja veg upp á fjallið fyrir ofan en þar var sett upp radarstöð. Þetta var náttúrulega ólega vinna að skipa öll þessi efni í land, velta þessu upp sandinn og koma þessu þar upp á vagna, taðan upp á bíla og bílunum upp til fjall og hífa það þar upp og svo af vögnunum upp á bíl og vestur á brúnna. Radarinn var til að byrja með niður á Hjallhól en síðan var byggð tvískipt tógbraut upp á fjalli Darra. Þaðan gerður nokkura kílómetra vegur fram á brúnina fyrir ofan Grænuhlíð þar sem voru nokkur hús hýstu tæki og mannskap. Radarstöðin var varin með loftvarnabyssum, bæði uppi og niðri. Ekki minnast með þess að til þeirra hafi þurft að grípa utan einu sinni. Það var breskt skip sem var að koma með yfirmanninn frá Reykjavík og hann hefði glemt kvótanum í borði skipinu. Hann gat ekki kallaði skipið og það var á leiðinni norður í Látravík. Og þá var skotið á eftir því til þess að reyna að vekja athygli þeirra á þessari gleymsku. Í fljótu bragði mætti halda að koma Bretana hefði verið nokkur lyftistöng fyrir fábrotið atvinnulíf í Aðalvík. Auðvitað urðum við fyrir áhrifum frá styrjöldinni eins og öll þjóðin en við umhverfumstum ekki neitt, ekki finnst mér það. Og stríðsgróða og annað slíkt sem ekki hefur verið talað hann var ekki fyrir hendi. En svo var það líka eitt að þegar Bretinn kemur hingað að þá fóru mennirnir að vinna daglaunavinnu og fengu borgað vikulega.
Ég held að það hafi gert alveg óskaplega mikið strykireikningi með það, kom mikið meira los á. Menn fundu hvað þeir gátu haft upp. En ekki vera að geyma, sem sagt að vinna fyrir og setja allt inn á kaupfélagið og Ísafirði og þeir segilega sá aldrei pening. Manni fannst það einhvern veginn. Margar og ólíkar ástæður eru fyrir því að byggð eyddist á Hornströndum. Efnahagur manna kann að hafa ráðið nokkru. Ekki eru þó allir sammála, enda bendir ýmislegt til þess að hagur fólks, til dæmis í Aðalvík fyrir hluta aldarinnar, hafi verið mjög svipaður og annars staðar á landinu, allavega ekki lakari. Ljóst þó að sjávarafli fór sívaxandi frá aldamótum og búfjáreign jókst á sama tíma. Afkoma fólks fór því batnandi eftir því sem ölduna leið. Þegar ég var að alast upp í Aðalvík var þar mjög fjörugt mannlíf. Ég þekkti engan mann sem lét sér detta í hug að Aðalvíkin myndi nokkuð tíman fara í eyði. Því að á árunum 1920 til 30 þá voru gerðir út 11 dekkbátar frá Aðalvík, 4 frá Sæbóli og 7 frá Látrum fyrir utan árabáta. Og þarna var fiskimóttaka á báðum stöðunum og sem sagt allir höfðu nóg að gera. Bent hefur verið á nokkur atriði sem hafa getað valdið brottflutningi fólks og skýrast þau af innri og ytri orsökum. Almennar þjóðfélagsbreytingar eru hluti af svonefndum ytri orsökum og veldur þar miklu sú uppbygging sem átti sér stað á höfuðborgarsvæðinu. Einfaldari skýring líka til en hún á upphaf sitt í hugum þeirra sem eftir sitja þegar los kemst á samfélagið. Þá eru mikla líkur til að þeir leiði hugan af flutningi án þess að nokkur skýring sé tiltæk en svo að aðrir eru farnir og þannig fer skriðan af stað. 42 byrjar eiginlega fólk að fara hérðan. Árið 1946 ljóst að við svo búið má ekki standa og skrifar þá Bergmundur Sigurðsson oddvita Látrum, félagsmálaráðuneytinu átakanlegt bréf. Héraðið læknislaust og ljósmóðurlaust og prestur ekki heldur í hreppnum. Landsímastöðin og bréfhirðingin á Látrum verið lögð niður en bráðabirgðasíma afgreiðsla nú. Auðsætt virðist því að annarkvort verði að gerast, að þjóðfélagið geri þegar ráðstafanir til að hjálpa þeim sem eftir eru til að heyja lífsbaráttuna á þessum stað, eða í annan stað að veita að minnstakosti þeim sem verst eru staddir beina aðstoð til að komast burt til annarra staða. Auk alls þess að skilja fáir þann sársauka sem því fylgir að sjá heilt byggðarlag leggjast í auðn. Slíkt og þvílíkt hefur lamandi áhrif og dregur þrótt úr þeim sem eftir eru og alltaf sjá raðirnar þynnast og erfiðleikana aukast. Sama ár og þetta bréf ritað átti hreppsnefndin fund með alþingismönnunum Hannibal Valdimarsinni og Sigurði Bjarnasinni og komist þeirra niðurstöðu tillögu í 6 liðum endurreisn hreppsfélagsins. Í tillögunum farið fram á að ríkið láti reisa hraðfrystihús á Sæból og Hesteyri, lendingarbætur verði hafnar á Látrum og byggð bryggja á Sæbóli. Rannsóku verði virkjun og skilyrði Hesteyrarár og Reyðardalsár í norður Aðalvík og þær virkjar eða ráðulegt þykji. Einnig verði mælt upp ræktanlegt land við Hesteyri og í Aðalvík. Gerðu verið akfær sumarvegur milli Hesteyrar og Sæbóls. Síðast en ekki síst óskað eftir lækni í héraðið. Þetta voru nú þau atriði sem máli skiptu í Aðalvík að kvöldi 1000 ára byggðar. Ekki má þó gleyma einu sem þó óvíst hversu miklu skipti en það var skortur á samstöðu til verklegra framkvæmda. Gamlir Aðalvíkingar, þeir sem voru burðarásinn í atvinnulífinu, viðurkenna fúslega samstæðin innan Slétturhrepps gæti hafi verið betri. Algerlega skorti faglega þekkingu og hlutlausa athugun á því hvar ætti að hefja framkvæmdir á Hesteyri, Sæbóli eða Látrum. Þá skorti hjálp til slíkra framkvæmda af opinberri hálfu. Auðvitað reyndum við að skrifa ráðuneyti Ísland, atvinnumálaráðuneytinu og biðja aðstoð til þess annarkvort að koma upp hraðfrystihúsi eða hjálpa okkur til þess að flytja í burtu. En það var aldrei neinu svarað. Þó við hefðum duglega menn eins og Hannibal Valdimarsson og Sigurð Bjarnason til þess að reka og eftir ég fengið svar við þessum bréfum okkar. Okkur var aldrei svarað neinu, svoleiðis að þetta var bara
gleymdur partur af landinu. Íslensku þjóðina varðað ekkert þetta fólk og það varð að hjálpa sér sjálft, enda flutti það svo allt í burt og skildi húsið sín eftir. Og þannig var skriðan hvorki stöðvuð með aðgerðum innan sveitarni utan og hreinlega allir fluttu burtu. Skýringin margþætt. Í fyrsta lagi það að menn voru að sjá pening og svo hvarf sá peningur. Það var allt að leysast upp hér. Það var engin atvinna, það var engin fiskur. Hingað inn á víkina komu snurvorar og þeir hirtu eiginlega allan fiskinn frá þessum mönnum sem réru hér bara á árabátum. Þarna voru engar aðstæður eins og var í öðrum fiskiþorpum, þar sem voru bryggjur og menn gátu hent fisknum upp í kör og kyrta upp í hús. Þarna urðu menn að flytja þetta í land á árabátum, bera það svo á börum upp í hús, bera það svo tilbaka aftur þegar var búið að þurrka það, niður að sjó og flytja með smábátum borð. Bátar voru dregnir á land með handspili. Ég hvort ég get lýst því. Með 4 svona löngum svona viðarreglum sem að maður lagði svo á. Við erum alltaf allir hjálpuði til. En þegar þetta var orðið of fátt til að taka bát í land, þá var ekki annað ræði en að fara. Margir staðir á landinu fengu aðstoð í nafni byggðastefnu. Þar voru byggðar hafnir, frystihús og önnur þau mannvirki sem þurfti til að efla atvinnulífið. Sjávagullið var skammt undan Aðalvík, en það dugði ekki íbúunum. Þeir hurfu á brott hver á fætur öðrum, snauðir menn. Aleiga flestra varð eftir gjörsamlega verðlaus. Síðasta fólki fór hér 1952 og þá voru örfáir eftir í hreppnum. Þau flytja vorið og 48 á Ísafjörð og ég kom bara hér heim hausti til þess að ganga frá með föður mínum, loka húsinu og reka rollurnar í sláturhúsið og drepa hestinn. Já, það var nú eiginlega orðið mun verra þá heldur en var upphaf við aðflutningunum, því að hér var orðið læknislaus, það var engin ljósmóðir, það var engin skóli, það var ekkert skólahald, það var að koma krökkunum í skóla vestur yfir Djúp. Og þetta náttúrulega olli því að það var útilokað fyrir barnmarga fjölskyldur að vera hér. Kalda stríðið hafði áhrif hér á landi sem og annar staðar. Í byrjun 7. áratugarins var tæknin orðin svo mikil að með aðstoð fullkomnustu radartækni mátti sjá margar sjómílur á haf út. Bandaríkjamenn gerðu sér ferð á Straumnesfjall svipaleyti og síðustu aðalvíkingarnir fluttu burtu. Sumarið 1953 var hafist handa að byggja radarstöð á fjallinu, miklu var til kostað, fjöldi manna, bæði af íslensku og erlendu þjóðerni vann við byggingarnar, uppi og niðri. Það voru margir Íslendingar sem störfuðu hérna, ég giska á að það hefði verið 50 til 80 manns. Niðri voru reistar búðir og eldsneytisgeymslur, lagður var vegur upp á fjallið og þar byggðu voldu húsasamsteypa. Þeir höfðu allt til alls eftir þeir voru komnir upp í stöðina og þeir þurftu nánast ekkert að fara út á veturna ef vond voru veður. Þetta var allt innangengt og þeir höfðu þarna allt sitt. Þeir höfðu bíó, þeir höfðu bar og gott mötuneyti, íþróttasal. Það stóðst á endum að þegar radarstöðin hafði verið í rekstri í tæp 2 ár var ákveðið að leggja hana niður. Ástæðan var fyrst og fremst sú að stöðin var óheimi dýr í rekstri enda afskekkt. Einnig skipti máli að á þessum tíma var lítil umferð sovéskra flugvéla á þessu svæði. Bandaríkjamenn hurfu á brott með hluta sínu dóti en eftir stóðu húsin upp á fjallinu, vart sér á steinsteypunni en allt annað lauslegt fókið á haf út. Okkur leið afskaplega vel þarna, maður hafði góða vinnu, sæmilega vel borgaða og ég hefði svo sem geta hugsað mér að vera lengur en það bara heimilisástæður leyfðu það ekki. Við vorum komið með drengi á skólaaldur og svoleiðis að við urðum náttúrulega að fara. Enda var eiginlega starfsemi stöðvarinnar að ljúka þetta leyti.
Straumnesfjall var eiginlega skilið eftir í rusli, en smám saman hefur verið hreinsað til og nú mun fátt sem stingur í stúf og aðeins húsin minna á hernaðarumsvifin. Nú Snorrabú stekkur, segir annan og þjóðfrægan stað sem ekki ber lengur sitt barr. Sama mætti segja Aðalvík. Allt breytingum undirorpið. Tímarnir breytast og mennirnir með. Nýjar kynslóðir fæðast og þær hafa komið til Aðalvíkur með foreldrum sínum og byggt upp víkin að nýju. Aðalvík núna hluti af friðlandi, sumarleyfisparadís eigendana og afkomenda þeirra og einnig vin fyrir okkur hina sem viljum dvelja þar og njóta. Aðalvíkingar hurfu á brott og skildu hús sín og aðrar eignir eftir, veðrum og vindum að bráð, en þeir litu ekki öxl. Þessi tíma var liðinn, en taugin enn römm. Staðurinn þannig og jafnvel bara, það ekki bara við, heldur það fólk bara sem ekki tengt staðnum, það kemur hingað í skipti eftir skipti og hvað þá við sem erum fæddir á uppáliðin. Átthagafélag Aðalvíkinga var stofnað 1953 og hefur starfað óslitið síðan. Félagið stóð á 7. og 7. áratugnum fyrir fjölmennum ferðum í Aðalvík og voru þær ferðir upphafið að endurreisnarstarfinu sem stendur raunar enn. Við komum sem sagt 18 eða 19 manns 62. Og þá voru bara gamlu hús og enginn byrjaður að gera hvorki eitt eða neitt. Endurreisnarstarfið ekki aðeins fólkið í endurbyggingu gamalla húsa í Aðalvík, heldur og ekki síður að kynna víkina fyrir nýjum kynslóðum. Og nú svo komið að fjöldi manna. Önnur og jafnvel þriðja kynslóð frá ábúendum kemur reglulega í víkina sér og sínum til ómældrar ánægju. Þegar við tölum að fara hingað, þá vorum við að fara heim. Ég mun meira ánægja því að vera hér í hálfan mánuð heldur en í 3 vikur út á Spáni. Ég búin að vera á hverju sumri eiginlega frá 68. Hornstrandir og jökulfirðir voru gerðar af friðlandi árið 1975 undir nafninu Friðland á Hornströndum. Að ræða allt landsvæðið norðan Skorarheiðar sem á milli Hrafnsfjarðar og Furufjarðar. Til Aðalvíkur sækja ferðamenn skoða minjar búsetunar, leifar hernaðarbröldsins en framar öllu njóta þeir útivistar og ganga á fjöll. Á sumrin siglir ferjan Fagranes frá Ísafirði allar Hornstrandir og með skipinu koma 100 ferðamanna og margir hefja ferðina í Aðalvík. Og það sem merkilegast eins og Sigga sagði á það. Ef fólk kemur einu sinni, þá kemur það aftur. Það einhvern veginn svoleiðis aðdráttaraflið. Á kvöldi, þegar fjöllin eru orðin rauð, blá, stundum verður gylt bókstaflega á kvöldsólinni. Á sólbjörtum sumardögum fagurt í Aðalvík, léttklæddir göngumenn fara fjöll og strönd. Í húsunum býr fólk sumarlangt og nýtur tilverunar, náttúran í blóma, fuglinn í bjarginu og úthafsaldan hjarla létt við Skeljasandsströnd. Allt virðist óumbreytanlegt, enda allt eins og fyrr, þvernhípt fjöllin, litlu dalirnir og Skeljasandsfjörurnar. Aðeins mannfólki tekur breytingum, það tekur upp aðra hætti og aðrar venjur.